Komið heil og sæl og verið velkomin í þennan þátt landsbyggðirnar. Við erum að tala raforku eins og við höfum nú gert áður, enda finnst mér þetta gríðarlega áhugavert umfjöllunarefni og mikilvægt fyrir land og þjóð. Við höfum fengið til okkar Tryggva Þór Haraldsson, forstjóra Rarik, til okkar. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Byrjum á því að þetta nú stundum dálítið hausverkur að skilja hvað snýr upp og niður í þessum raforkumálum að því ég nú búin að reyna að gera það. En hvert hlutverk Rarik? Hlutverk Rarik að dreifa raforku, fyrst og fremst. En auk þess á Rarik dótturfélag, orkusöluna sem er með eigin framleiðslu að litlu leyti, en er síðan á smásölumarkaði. Ekki á heildsölumarkaði, heldur eingöngu á smásölumarkaði. Þeir eru víða á landsbyggðinni að dreifa? Já, við erum með dreifingu, mjög víða land. Við erum að undanskildu Reykjavíkursvæðinu og Reykjanesi, Vestfjörðum, Akureyri, Reyðarfirði og Árborg, þá erum við að dreifa og Vestmannaeyjum. Og Vestmannaeyjum, við erum ekki í Vestmannaeyjum. Þannig að þeir eru að dreifa svona víða land, þannig að þið hafi nú ákveðna þekkingu á því. Svo kemur Landsvirkjun, framleiðir rafmagn, Landsnet, síðan línurnar. Þetta er stundum svolítið svona hver gerir hvað, er svolítið svona... Já, Landsvirkjun og önnur orkuframleiðslufyrirtæki eins og HS Orka og reyndar síðan Orka náttúrunnar, Orkusalan, Orkubú Vestfjarða og fleiri, og í vaxandi mæli litlir aðilar að framleiða, og síðan tekur við fyrir orkuna langstærsta hluta hennar, hún fer í gegnum flutningskerfið. Nokkur hluti fyrir beint inn á dreifikerfið, til dæmis hjá Rarik. Við erum með einhverjar 50 virkjanir sem tengjast beint inn á dreifikerfið, svona smærri virkjanir. Það er heimilt fyrir virkjanir undir 10 megavöttum að tengjast dreifikerfinu. Og síðan tekur við dreififyrirtæki eftir flutningum, og þar er Rarik með langumfangsmesta dreifikerfið. Hins vegar eru Veitur, sem er hluti Orkuveitu Reykjavíkur, með flesta viðskiptavini í dreifingu. En við erum svona með víðfennasta dreifikerfið. Þegar við erum að tala raforkumál, þú hlýtur að heyra það á okkur, þessum almúga. Þetta er stundum eiginlega bara næstu ógerningur að skilja hvað snýr upp og niður, og maður ruglar þessu öllu saman, hver gerir hvað og hver ber ábyrgð á hverju og hverjum hvað að kenna og svo framvegis. Já, það er dálítið þannig, og það er kannski vegna þess að viðskiptavinirnir, þeir vilja bara geta stungið í samband og fengið rafmagn. Og hvað þar er á bakvið er kannski lítilli interessu. Það er reyndar þannig að menn fá ýmist 1 eða 2 reikninga. Í tilfelli okkar Rarik þá fá menn reikning fyrir flutningu og dreifingu og annan reikning fyrir sölunni. Annars staðar er þetta tengt saman í einn reikning, þannig að viðskiptavinirnir eru ekki að greina svo mikið þannig á milli, og það er í rauninni kannski helst stærri fyrirtæki sem er að velta þessu fyrir sér, en einstaklingar ekki. Svo erum við með flutningur og dreifing eru svona einkaleyfisstarfsemi sem er undir eftirliti Orkustofnunar, og gjaldskráin er sett eftir tekjuheimildum, þar sem við þurfum að gera grein fyrir öllum kostnaði, og það er metið hvaða tekjur við megum hafa, og við fáum bara tiltekna tekjur og verðum að stilla okkar gjaldskrár af með tilliti til þess, á meðan að framleiðslan og salan eru á samkeppnismarkaði. Og jafnvel þó að nú sé í gildi samkeppnismarkaður, að þá eru kannski fæstir að taka eftir því. Heimilin sjá til dæmis ekki að það sé einhver samkeppni, og það hefur hingað til verið til dæmis lítill ávinningur af því að færa sig á milli söluaðila, munar einhverju, en á fyrirtækjamarkaði hefur verið vaxandi samkeppni. Og skiptir þetta einhverju máli? Var þetta sniðug breyting eða? Það menn geta haft ýmsar skoðanir á því. Má segja kannski fyrir Ísland að við erum ekki stór, og þetta er svona dálítið, ég held að það eru kostir og gallar. Ótvírætt kostir að það skapar samkeppni í framleiðslu og sölu, og til þess að fyrirtækjamarkaði þá hafa menn val. Og það er mikilvægt í öllum viðskiptum. En hefði einhvern veginn átt að skipta þessu upp og hafa þetta með þessum hætt á fyrirtækjamarkaðin, hafa eitthvað svona ríkisverð fyrir okkur sem erum bara með hús? Já, það má kannski, auðvitað má velta því fyrir sér. Það var spurningin hvar er gráasvæðið, það er alltaf einhvers staðar skil þar á milli, blanda af heimilum og fyrirtækjum.
Við höfum í rauninni valið að fara sömu leið eins og gert annars staðar, Evrópu og Ameríku. Ég sé ýmsa kosti við þetta. Gallarnir kannski þeir að kerfið kannski aðeins flóknara. Það einhver viðbótarkostnaður við að viðhalda kerfinu. En þetta var svona kannski það sem sérstaklega iðnfyrirtæki í Evrópu og víðar gerðu kröfu að það væri ekki bara einn aðili sem að dóminera það í framleiðslunni eða fáir og menn hefðu eitthvað val og aðilar gætu komist inn á þennan markað. Það er svona sjónarmið. Ef við erum svona aðeins búin að ná að skýra þetta kannski, ég held samt mögulega einhverju sé ennþá að klóra sér í kollinum, ok, ég skil ekkert hvað hann var að segja. En ef svona málana, að minnstakosti hérna út á landi, þessi einfalda en sorglega staðreynd að það ekki nægt aðgengi að traustu, góðu rafmagni, traustu, öruggu og bara magnið. Við finnum náttúrulega fyrir þessu hérna í Eyjafirðinum, ekki síst. En hvernig upplifir þú stöðun á landinu almennt? Hvar þetta verst eða síst? Það má segja kannski það sem eins og við sjáum þetta, við höfum svona verandi að reka dreifikerfið, verið að endurnýja kerfið og styrkja dreifikerfið og teljum að víðast hvar eigum við möguleika á að afhenda svona það sem þörf á og það er ekki kannski mikið vandamál hjá okkur. Það hins vegar vandamál í flutningskerfinu víða á landi, sérstaklega á Norður- og Austurlandi sem að skapast af því að við erum með ágætis hringkerfi, hringtengingu byggðalínunnar sem bara orðin 30-40 ára gömul og sprungin í raun. Það geta velti fyrir sér af hverju hún sprungin. Hún bæði komin á aldur og auk þess ekki að anna því sem hún þyrfti í okkar þjóðfélagi eins og það í dag. Það kannski svona stóra vandamáli sem maður sér varðandi aðgengi að orku, en síðan þetta varðandi öryggismálin hlutir að breytast. Við Rarik erum í því að leggja okkar dreifikerfi í jörð. Við erum svolítið að endurnýja dreifikerfið sem var byggt upp á 7. og 7. og fram 8. áratuginn að mestu í sveitunum. Nú erum við að fara í endurnýjun því og erum komin þangað að við erum með það byrja 60% kerfisins komið núna í jarðstrengi og við stefnum að því á næstu árum farið allt í jörð og jafnhliða því að þá aukist öryggi, afhendingaröryggi og flutningsgeta innan þeirra marka sem við getum þjónað þar segja við þurfum að hafa orku inn á kerfið okkar frá flutningskerfinu og eða frá einhverjum virkjunum til þess að geta annað því. En hvað þetta snertir öryggið að aukast. En hins vegar að þá flutningskerfið þannig að það verið að reka það í rauninni mjög vel. Það verið að keyra alveg út á ystu grensu í flutningskerfinu. Það verið að pína út úr því allt sem hægt og kannski alveg ríflega það. Og staðan bara þannig að það ekki hægt að bæta neinu við og það auðvitað hamlandi fyrir uppbyggingu á þeim svæðum þar sem ekki næg eða viðbótar geta eins og á Norður- og Austurlandi. Finnurðu fyrir þessu hjá viðskiptavinum að þeir kalla eftir aukinu orku? Finnurðu fyrir því að það sem maður situr og hlustar á hérna eins og á Akureyri að það eru fyrirtækir, við erum ekkert að tala um einhverja verksmiðjur, heldur bara fyrirtækir sem að kalla eftir rafmagni skiljanlega, sem að ég bæði svona virðast hafa ekki næga trú á svæðinu út af raforku, ekki geta bætt við, þurft að treysta á ótrygga raforku og svo framvegis. Finnurðu fyrir þessu hjá viðskiptavinunum að það að vera að kalla á meiri orku? Já, maður kannski segja það að þeir viðskiptavinir sem að tala við okkur dreifiveituna eru kannski ekki þeir stærstu en í vaxandi mæli heyrum við af fyrirtækjum sem að langar að setja upp starfsemi en eru að reka sig á ekki. Við vitum líka fyrirtækjum sem eru í undirbúningi með stækkun og meiri orkuþörf og við höfum verið að skoða og rekum okkur þá á að takmarkanirnar eru út úr byggðalínunni. Já. Það auðvitað
gildi kannski ekki svona heimili, heldur fyrirtæki. Upplifir að fólk verði svolítið frústrerað þegar það er að horfa til þess að fara í atvinnuuppbygging og landsbyggðunum sem að vissulega er kallað á og fólk og einmitt ekki endilega þessi stóru álver sem hefur verið mikið í umræðinu, heldur meira að setja svona þessi mörg smá, ekki setja öll ekki inn í sömu korfinu og svo kemur einhvern veginn fólk, ég ætla að gera það. En já, rafmagnið vesen. Finnur þú fyrir að fólk verið frústrerað? Já, svona fólk dálítið hissa. Svona millistærða fyrirtækin sem þarf svolítið orku. Veltir fyrir sér staðsetningu og það ýmislegt sem þar kemur inn. Og það er auðvitað dálítið sérstakt að það sem verður til þess að rekja frá skuli vera takmörkun og afhendingu raforku. Og það er eitthvað sem maður vill á Íslandi líka. Já, á Íslandi, og núna, árið 2017, manni finnst að það hljótið þurfa að laga þetta. Vandinn er hins vegar sá að það er ekki alveg í sjónmáli að þetta sé að lagast. En það er það sem þessi umræða verður svolítið skrítin. Fyrir mér kristallast hún svolítið að það eru sumum finnst ljótt að sjá raflínur. Það sé sjónmengun í þeirra augu í íslenskri náttúru að sjá raflínur og vilja sjá það þá fara í jörð ef það þarf. Á móti koma fræðimenn og segja, það sé ekki góð hugmynd akkurat núna en verði það mögulega seinna. Hvernig er þetta svona að þróast í þínum huga? Það hefur verið heilmikið þróun í jarðstrengjum og það var bara þannig að í kringum 1991, 2-3 að þá varð sú breyting á í dreifikerfunum á 11 kV spennu þar sem við erum með dreifikerfi í sveitum og innanbæjar. Að þá varð svo breyting að tæknilega og fjárhagslega varð heppilegra að fara í jarðstrengi. Og síðan 95 að þá hefur Rarik bara ekki lagt línu, ekki byggt línu, eða nánast ekki byggt einustu línu, heldur lagt allt í jarðstrengi. Og nú er bara stefnan svo og það er bæði tæknilega og sérstaklega fjárhagslega hagkvæmt. Og það kannski það sem breyttist var við náðum vinnubrögðum sem gerðu þetta ódýrara og einfaldara og umhverfisvænna, þannig að við getum núna plægt niður á einfaldan hátt með strengina. Þannig að í svona sæmilegu landi þá sér nánast ekkert eftir 1-2 misseri. Þá bara sést varla hvar strengur er lagður. En það eru auðvitað aðstæður þar sem að þetta mun verða erfitt. Það er aldrei gott að fara með jarðstrengi í gegnum hraun til dæmis. Þannig að við þurfum að krækja þar hjá og ef til vill þurfum við einhvers staðar að viðhalda línum svona þegar við komin út á enda. En það er þá dýrari kostur en hugsanlega eini kosturinn samt. En akkur er þá ekki bara all byggðalínunni? Akkur er henni þá ekki bara allri hendi í jörð? Þar eru við hins vegar komin, þar er önnur tækni, það er hærri spenna og aðstæður eða tæknilega séð erum við bara ekki komið þangað með þessa spennu. Það er ekki hægt að setja byggðalínuna alla í jörð eins og staðan er núna. Það þyrfti minnst að fara allt aðra leið. Það þyrfti að fara úr því að vera með reiðstraum í flutningum yfir að fara í jafnstraum og það er verulega mikill kostnaður. Það er hægt en það er verulega mikill kostnaður. Og síðan má bara velta því fyrir sig hvort að það sé umhverfislega sniðugt eins og staðan er núna. Hvaða umhverfisrask er á jarðstrengjum? Það er að segja ef við verðum að tala um byggðalínu. Ef við verðum að tala um háaspennu byggðalínu eða næsta skref þar fyrir ofan sem að ég teldi nú kannski nauðsynlegt að það er verið að byggja 220 kV eða 440 kV línur, að þá er verið að tala um einhverja metra skurði og jarðvegsskipti og annað slíkt til þess að setja strengi niður. Og í mínum huga er þetta bara ekki umhverfislega eðlilegt eins og staðan er núna auk þess að vera dýrara. Þannig að þú ert að tala kannski um 5-7 metra skurði? Já, jafnvel meira. Eftir öllu? Já, alla leið. Og annað er að bilun í slíku, á meðan að menn eru einhverja klukkutíma eða hálfan eða sólarhring kannski eða einn að gera við bilun í línu, þá eru menn viku hálfa mánuð að gera við bilun í streng. Þannig að það er líka öryggismál sem að þetta snýr að eins og tæknin og eins og staðan er núna. En í fyrirsjáanlegri framtíð gæti þetta orðið öðruvísi? Já, ég lít þannig á að línur eru í eðli sínu bara tímabundin fyrirbæri. Við vorum með símalínur
á fyrri hluta síðustu aldar. Ofanjarðar? Ofanjarðar, Já. línur. Á seinni hluta síðustu aldar voru þær allar horfnar og engin ummerki eftir þær. Miðja síðustu öld reistu við dreifilínur til sveita og fyrir miðja þessa öld verða þær horfnar og lítilega engin ummerki eftir þær. Við erum bara ekki komin þangað með flutningskerfið með þessa háu spennu, en í mínum huga er engin spurning að það verður. Þannig að á einhverjum tímamóti eftir einhver ár að þá verður tæknin betri, það verður auðveldara og það verður minna rask af því að setja þær í jörð. Erum við að tala um 10 ár, 20 ár, 30 ár, 40 ár, veit það einhver? Ég veit allavega ekki, en ég myndi telja að það væri einhvers staðar á bilinu 10 til 20 ár og kannski lengri, ég ætla ekki alveg að fullyrða það, en þetta tæknin breytist nú býsna hratt og við erum allavega ekki komið þangað núna. Þannig að til að draga þetta saman, ef við viljum styrkja þessa byggðalínuna okkar núna, þá eiginlega verður hún að fara minnst að kosta stærstum hluta og vera ofanjarðar nema að vilja fara í gegnum þetta rofslega rask. En það verður hægt að fjarlægja þá staura, er hægt að fjarlægja síðan, segjum maður bara eftir 20 ár þá er komið bara miklu betri tækni. Er þá hægt að bara taka það og umhverfið verður, er þetta afturkræf framkvæmt? Já, svona að mestu leyti, sko, kosturinn kannski við línur er að það er rask, svona punktarask og minna þar á milli, að vísu þurfa menn að hafa aðkomu vegi að línum, en það þurfa menn sannarlega líka fyrir jarðstrengi og menn fyrir háa jarðstrengi, háa spennu, þá þarf svona jarðstrengi sem að þurfa sitt pláss og svo þarf veg til hliðar, þannig að þá erum við kannski komin upp í býsna mikið umfang. En að stærstum hluta er hægt að fjarlægja línurnar án þess að það sjáist mikið eftir nema aðkoman að þeim. Það er auðvitað þannig að ef þú þarft veg þá auðvitað situr það eftir. En þá þetta er náttúrulega allt búið að vera stoppu gumað. Ég held ég sé búin að fjalla þessi máli í ein áratug. Skal ég segja þér allt frá Blöndulínu 3 þegar ég var örugglega að vinna á RÚV 2007 þá var ég að tala endalaust Blöndulínu og ennþá þetta einhvern veginn virðist ekkert þokast þó að fólk ræði og þetta færð þú á tilfinninguna, erum við að tala um það verður ekkert bætt þessi staða næstu 10-20 árum fyrir en við fáum betri tækni til þess að setja allt í jörð? Ég held að við getum ekki beðið þangað til. Við erum núna bara þannig stödd að þetta er farið að hamla atvinnuuppbyggingu víða á landsbyggðinni og ég held að það sé ekki ásættanlegt. Við þurfum að ná einhverri sátt og mér finnst að það sjónræna umhverfis áhrifin sem að þessar línur hafa eru þetta eitthvað sem þarf að taka tillit til og þarf að reyna að draga úr eins og hægt er. En ég held að það sé samt þess eðlis að við hljótum að þurfa að ná einhverri sátt um það. Það eru aðrir þættir sem eru mikilvægir og ef við ætlum að við lifa í þessu landi þá þurfum við að fórna einhverju. Þetta er svona eins og stjórnarmyndunum viðræður, það verður bara allir að gefa eitthvað eftir. Það er nákvæmlega þannig, það er bara þannig. Til þess að eitthvað gerist. Já. Og annars förum við bara, sitjum við föst. Já. Vorum nú að grínast með það einhvern tíðan að einu sinni 2007 þegar við vorum nú að ræða þessa Blöndulínu þá var kallað vanhæf ríkisstjórn. Núna eru allir bara starfhæf einhvern veginn, en allavega. En sko þegar það er farið í það að styrkja byggðalínuna, segjum svo að það verði tekin ákvörðun það er hægt að finna ykkur samninga, gera ykkur samninga um það að fara í þetta verkefni. Hljómar eins og allir eru ofsalega kátir. Kostnaðurinn við það er þá Landsnets væntanlega að leggja strengina. Hvar endar sá kostnaður? Það er náttúrulega verið að, er það ekki, það er þannig að það er skylda að þetta sé jafnt raforku, flutnings, getur útskýrt þetta aðeins fyrir mér? Hvernig verður þetta þá dýrara fyrir okkur sem að nýtum orkuna eða er það? Já, sko, það er þannig að Landsnet er einkaleyfisfyrirtæki eins og dreifihlutir Rarik og er undir verðlagseftirliti, færir í rauninni sína tekjuheimildir út frá þeim tilkostnaði sem að talið er að fyrirtækið þurfi. Og Orkustofnun er með eftirlit með þessu. Við vöxt kerfisins og meiri tilkostnaði í kerfinu þá kemur fjármagnskostnaður eðlilega.
Það varðandi almenna markaðina, þá verðjöfnun í byggðalínunni, í flutningskerfinu. Þannig að það má segja að það er bara ákvörðun sem tekin var, að það yrði sama verð í rauninni hvar sem hún tekur út úr því kerfi. Það annar hlutin, og hinn hlutin að stóriðjan síðan á öðru tekjumarkakerfi. Þannig að það taka aðilar bæði almennu markaðurinn og stóriðjan taka þátt í þeim breytingum sem þarf að gera í kerfinu. Þannig að ef það þarf að styrkja byggðalínuna. Það kostar töluvert. Þýðir að rafmagnsverð hækkar í Reykjavík? Það óneitanlega gerir það. Flutningskostnaðurinn, hann eykst vegna þess að fjárfestingin kemur inn. Það eðli máls samkvæmt. Á ekki Reykjavíkurborg í einhverju svona orkufyrirtæki? Jú. Hvaða fyrirtæki er það? Bara svo ég... Orkuveita Reykjavíkur. Já. En það er kannski... Það má kannski líka líta þannig á að það að geta ekki rekið kerfi með eðlilegum hætti og truflanir og annað líka kostnaður. Þannig að það á einhver staðar skarast þetta. En síðan það sem eftir að meta þetta, það tilkostnaðurinn það er mér svolítið, hefur ekki verið rukkað fyrir það. Tilkostnaðurinn af straumleysinu. Hvað kostar það samfélagið að geta ekki bætt við sig atvinnustarfsemi? Hvað kostar það samfélagið að verða fyrir sífelldum truflunum, og þá erum við ekkert að tala um það tjón sem verður í þeim tilvikum þegar spennan rýkur upp og niður eins og gerist þegar byggðalínan dettur út. Heldur að það bara straumleysið afleiddur kostnaður. Menn hafa reynt að meta þetta og þetta dálítið mikið þegar menn meta þetta, en það hefur ekki verið farið að rukka fyrir það. Og maður getur velt því fyrir sér hver verður tilkostnaðurinn af því ef að það verður farið að rukka fyrir það. En það það sem maður fyrir að velta því fyrir sér þú segir, maður alltaf að reyna að setja sig í spor annarra og hugsa þetta, og maður að hugsa út frá því maður augljóslega í gegnum reynslunar, þannig að það vald á okkar stjórnsýslu og peningum og svo framvegis bara á höfuðborgarsvæðinu. Og þá fyrir maður að hugsa, ef þetta í rauninni bara þannig að þá fyrir að styrkja einhverja byggðalínu út á landi, að þá hækkar rafmagnsverðið hjá mér og jafnvel þá dreifingin og tengslu Orkuveitu Reykjavíkur. Þetta hljómar fyrir mér eins og ef ég væri Reykvíkingur eða væri að reka Reykjavíkurborg, að akkur á ég að gæta hagsmuna Reykjavíkurborgar, akkur á ég að vera að taka þátt í því að byggja upp einhverja línu út á landi og hækka verðið hjá mér, betra bara að gerist ekki neitt þar. En ég myndi gera það, skilurðu, ef það væri mitt starf og ég væri ráðin til þess. Þannig að það sem maður er að velta fyrir sér, þarf eitthvað að semja þetta, þyrfti að skoða hreinlega að myndi að leysa einhverja hnúta ef að það yrði bara hreinlega aðeins dýrara út á landi í einhver tíma til þess að klára málið og þannig bara sýnilegt að það kannski hluti af vesenninu. Nú er ég komin út í pólitík kannski. Já, ég ætla nú ekki að ætla að mönnum það. Ég held að auðvitað eðlilegt að það sé gagnrýnt og velti því upp hvort að þörfin sé fyrir hendi. Mér finnst það bara orðið svo augljóst. Það eins og þannig að við verðum að gæta að öryggi fyrir suðvesturhornið líka. Það óeðlileg staða að við skulum vera með öfluga virkjun á Austurlandi og við erum með virkjunir á Suðvesturlandi sem eru megin þungin, og auðvitað reyndar hérna á Norðurlandi líka, megin þungi framleiðslunar. Að ef eitthvað gerist varðandi Suðvesturhornið, sérstaklega kannski Þjórsá-Túnarsvæðið, að við skulum ekki hafa möguleika á að nýta það sem við erum með annars staðar. Þannig að mér finnst það bara heilmikið öryggismál fyrir höfuðborgarsvæðið að það sé öflug tenging, þannig að við eigum möguleika á því að nýta virkjanir á Austurlandi ef við fáum eitthvað atburð á Þjórsá-Túnarsvæðinu til dæmis. Þannig ég held nú að við erum nú ein þjóð og við hljótum að horfa til þess að hvað sameiginlegir hagsmunir okkar allra. Nákvæmlega. Verðum að gera það. Já, augljóslega. Manni finnst það eins og það ætti að vera augljóst mál, en það oft þegar maður fer svona að reyna að kafa af hverju þetta ekki að gerast, af hverju ekki, af því að þó að ákvörðun sé tekin til dæmis núna að breyta aðstæðum, þá þetta ára prósess að klára málið. Þetta er ekki bara að leggjum þetta næsta sumar.
Nei, það er ekki alveg svo auðvelt. Þetta er einhver ára prósess. Og nú þegar er þetta farið að bitna og allavega ég kannski bara kannski ekki nú klár til að skilja þetta, en það er einhvers staðar þessi andstaða við að þetta gerist. Það er andstaða og hún svona í mínum huga þá er hún svona dálítið, hún snýst svona dálítið það að línurnar séu trufli. Sjónmengun. Og það virðist líka vera þannig að það sé svona dálítið viðhorfa línurnar, þessar stóru línur séu fyrst og fremst fyrir einhver stórfyrirtæki. Þetta er bara öryggismál fyrir okkur öll. Og þetta snýr að atvinnustað sem er til dæmis hérna á Eyjafjarðarsvæðinu, að þá snýr þetta því að byggja upp alls konar atvinnu, iðnfyrirtæki. Það er bara verið þannig núna að það er bara miðlungs og lítil fyrirtæki geta varla bæst við hérna, þannig að þá er vandinn orðinn dálítið mikill. Það var eitthvað sem sagði að það var ekki eins og þetta að opna vídeólegu hérna. Já, ég segi kannski ekki alveg, ég segi, ég veit nú ekki, en það er svona, þú veist, ef við erum að tala einhver fyrirtæki sem það þurfa einhver 5-10 megavata, þá er það vandi. En við erum að sjá fyrir okkur hérna, við erum með fyrirtæki á Siglu fyrir þess að gæti orðið uppbygging, við erum með Samherji á Dalvík, segist vera að fara að byggja flottustu fiskvinnslu í heimi, við erum hérna á Akureyri með alls konar hugmyndir og tala um bekrómal og þetta virðist högt allt á rafmagni. Já, við höfum verið að skoða einmitt aukningu á Siglufirði, það er svona kallað eftir því að þar þurfum við meira, það er verið að byggja þar upp og við sjáum ákveðnar lausnir í því hvað varðar flutningin frá Akureyri og til Siglufjarðar. Það er bara verkefni sem er ekkert mjög flókið að leysa, en vandinn er hins vegar sá að það er takmörk sem hægt er að taka út frá Akureyri og það er náttúrulega dálítið erfitt. Þetta er flókið mál allt saman, en eigum við að segja að þetta leysist, svona loka orðin? Já. Ein þjóð, kærleikur, skilningsrík, það verði eitthvað svona blóm og haga. Þetta auðvitað leysist. Það er einhvern veginn þannig að okkur í orkugeiranum hefur ekki tekist að koma fólki í skilningum hver vandinn er, hvað hann er mikill og það sé komið að því núna að leysa það. Það virðist vera. Fyrir nokkrum árum. Já, ég ætla að segja það. Takk fyrir spjallið og komuna. Orðið nokkur ár síðan það er allavega þá betra að fara að byrja, gaman að vera með ykkur og með þér og við kveðjum úr landsbyggðum í dag.